Á hverju ári fær Byggðastofnun, Húsnæðis- og mannvirkjastofnun, sem kölluð HMS, til að reikna út fasteignamat á sömu viðmiðunarfasteigninni allt land. Viðmiðunareignin einbýlishús sem 161,1 fermetri, 476 rúmmetrar á 808 fermetra lóð. Byggðastofnun reikna síðan út fasteignagjöld viðmiðunareignarinnar samkvæmt gjaldskrám sveitarfélaga sem gilda frá 1. janúar á hverju ári. Í greiningunni samanstanda fasteignagjöld af fasteignaskatti, lóðarleigu, fráveitugjaldi, vatnsgjaldi og sorpgjöldum. Útreikningar eru gerðir fyrir rúmlega 100 matsvæði í 50 sveitarfélögum og á hverju ári gefin út skýrsla fasteignagjöld og þróun þeirra og hún aðgengileg á vef Byggðastofnunar. Þetta mælaborðið fasteignagjöld viðmiðunareignar. Hér vinstra megin yfirlit yfir meðal fasteignamat matsvæðana í hverjum landshluta og svo fasteignagjaldana í hverjum landshluta og hér þá meðal fasteignamatið og meðal fasteignagjöldin fyrir öll matsvæðin í greiningunni. Það hægt að velja ár hérna uppi og ef maður smellir á landshluta þá síast gögnin eftir þeim landshluta. Svo hérna fyrir neðan hægt að velja hvaða gjaldaliðir sýndir. Í þessari greiningu 5 gjaldaliðir í fasteignagjöldunum: fasteignaskattur, lóðarleiga, fráveitugjald, vatnsgjald og sorpgjöld. Það hægt að bæta til dæmis sorpgjöldunum við með að ýta á þau hérna og þá breytast aðeins myndirnar hérna inn á mælaborðinu. Og á kortinu hérna í miðjunni matsvæði sem í greiningunni og þau lituð þannig að matsvæði með hæstu fasteignagjöldin rauð en matsvæði með lægstu fasteignagjöld fyrir viðmiðunareignina græn. Og þegar músin færð yfir bunta á kortinu þá sést sundurliðun fasteignagjalda fyrir matsvæðið og forsendur eins og til dæmis álagningarhlutföll, föst gjöld og fermetragjöld og það sést líka hver gjöldin voru fyrri ár. Og hérna neðst á miðjunni, þar punktarit með aðhvarfslínu, en línan til viðmiðunar og matsvæði sem lenda nálægt línunni. Það svæði með fasteignagjöld sem nálægt því sem hægt að spá fyrir viðmiðunareign með jafnhátt fasteignamat. En punktar sem langt fyrir ofan eða langt fyrir neðan aðhvarfslínuna, það matsvæði sem að fasteignagjöld viðmiðunareignarinnar annaðhvort óvenju lág eða óvenju há. Og þegar músin færð yfir þessi svæði hérna, að þá sést hvaða matsvæði þetta og upphæð fasteignamats og fasteignagjalda þar og hlutfall fasteignagjalda af fasteignamati. Svo hérna hægra megin súlurit sem sýna fasteignagjöld. Þetta sundurliðað hérna eftir gjaldaliðunum og þessu raðað í röð eftir heildarupphæð fasteignagjalda. Hérna fasteignamatið svo og því líka raðað eftir upphæðum og því skipt í húsmat og lóðamat.